Já, nú varstu komið með liðið þitt á bara ljómandi flotta siglingu fyrir jól, en hvað í gangi hérna á nýju ári? Það bara mjög góð spurning. Við erum bara, skilur, þetta erfitt. Við erum ekki sögum blaðsíðu, hvorki vörn í sókn eða svona heildabragðurinn þannig og skilur, það alltaf einhver einn að gera það sem hann ekki að vera að gera og samskiptaleysi og við náum einhvern veginn ekki að tengja bara einhvern veginn allstaðar sem stigið niður og þá niðurstaðan þessi. Við náttúrulega, það var svo sem ekkert eitthvað að Þórsararnir voru hörku góðir og ég meina þeir settu mjög stór skot þegar þess þurfti og við vorum að missa lay-up og annað þannig að automatist kom ákveðið svona vonleysi í þetta en hérna ég veit ekki, við þurfum bara að halda áfram að finna lausnir og við höfum verið að reyna að grafa djúpt og reyna svona, þetta náttúrulega búið að vera þétt, við erum búin að spila hvað heldur 3 leiki á 6 dögum. Svona, já. Þannig að það jafnvel munaði það að þið eruð að spila hörkuleik í bikar á mánudag meðan Þórsararnir voru í fríi? Nei. Þú ætlar ekki að nota það sem afsökun en? Nei, við erum bara, skilur, það eitthvað í gangi sko, eitthvað sem við þurfum að koma að finna lausnir á. Nú var talað Bamba, Tíkbe Bamba sem einn af svona flottar útlendingum deildarinnar fyrir jól. Hvað, skildi hann hausinn eftir áður en hann kom til Íslands eða hvað er þetta? Ég þú sem ekki verið að kommenta neitt á það, menn verða bara að finna það út sjálfur. Ég hef ákveðnar skoðanir á hans frammistöðu og hvernig hann og allt það og ég ætla ekkert að tjá mig neitt um það. Ólafur aðeins meiddur byrjar, það er ástæðan fyrir að hann byrjar ekki inn á, en hvernig er staðan á honum með framhaldið heldur? Það er bara mjög slæm, hann var ekkert að vera að spila og reyna að koma honum til læknis og það gengur mjög illa. Íslenskt heilbrigðiskerfi í hnotskurn? Já, þýðir ekkert að senda til heimilislæknis, það er bara, hann fær ekkert upp úr því, þannig að við þurfum bara, já. Já, menn einhvern tímann myndur kannski segja allt sé í skrúfunni, allt í skrúfunni núna og hvað ætlar að gera til að losa úr henni fyrir næsta leik? Ég svo segi, við þurfum bara að halda áfram að finna lausnir og bara, já, finna taktinn og allt þetta, en þetta er ég veit ekki þetta er mjög erfitt þessa dagana, mjög erfitt. En oft er það einn sigurleikur snýr kannski öllu við, þannig að já, þú verður bara að trúa því það ekki? Jú, ég skilur, maður bara reyna að vera jákvæður, það er ekkert annað í boði. Og bara áfram gakk, eins og alltaf? Já, bara, já. Flott takk.